Rannsóknin Heilsa og lífskjör skólanema hluti alþjóðlegs verkefnis sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur staðið fyrir í 7., 8. og 10. bekk grunnskóla í liðlega 40 löndum. Rannsóknarsetur forvarna við Háskólann á Akureyri stendur fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og þessar mundir að birta niðurstöðu þeirrar sem framfór árið 2014. Meginmarkmið að auka þekkingu og skilning á heilsu og lífskjörum ungs fólks. Spurt meðal annars lífstíl, næringu, matmálstíma, hreyfingu, tómstundir, auk þess sem spurt ýmsa áhættuhegðun. Allir grunnskólar á Íslandi utan einn tók þátt og svöruðu rúmlega 11.000 nemendur af öllu landinu. Já, það kannski sem við svona helst rekið augun í aukning á mikilli kannabisneyslu. Það svona verstu fréttirnar, það auðvitað rosalega margar góðar fréttir og það hafa verið mjög margar góðar fréttir af íslenskum unglingum í langan tíma. Þau drekka lítið, það lítið einelti og þeim líður vel í skólanum og það margt gott. En það sem við sjáum núna og staðfestir í raun og veru það sem við líka sáum síðast þessi hægt vaxandi mikla kannabisneysla. Krakkar sem 15 ára krakkar sem segjast hafa prófað að reykja kannabis 40 sinnum eða oftar. Það rosalega mikil neysla þegar þú ert 15 ára gamall. Stöldrum samt við vondufréttirnar fyrst vegna þess að það eldar að brenna greinilega á ýmsum stöðum. Þetta eftir svæðum, tekur eftir því sérstaklega mikil og hörð kannabisneysla? Já, það aðeins svæðisbundið. Þetta náttúrulega auðvitað kannabisneysla náttúrulega haga sér svolítið öðruvísi. Þú þarft að hafa díler til þess að geta keypt kannabis og þessir krakkar, jafnvel þó við séu farin að nota mikið, kannski ekki með aðgang að dílerum einhvers staðar annars staðar. Þeir þurfa að vera svolítið nálægt, þannig að þetta auðvitað svolítið svæðisbundið. Við sjáum aðeins minna þessu hérna á Norðurlandi heldur en víða annars staðar. En það sem ef við horfum á þetta yfir lengri tíma, þá hefur þeir sem að prófa kannabis, þeim hefur ekkert fjölgað. En þeir sem að reykja mikið kannabis, þar hefur talan þrefaldast. Á hvað löngu tíma? Á kannski einhverjum áratug. Það rosalega. Það rosalega mikil breyting. En skilurðu, þetta var bara svo lítið. Það voru kannski, segjum, 0,7% af hverjum árgangi sem var í svona mikilli kannabisneyslu. Á súluritinu sést samanburður á því hversu hátt hlutfall nemenda í 10. bekk hafa einhvern tímann prófað kannabis. Meðaltal fyrir Evrópu 15%. Ísland á pari með Svíþjóð, þar og hér hafa 7% stráka og 5% stelpna prófað efnið. Það sem kveikir hins vegar á öllum aðvörunarljósum hvað margir unglingar í 10. bekk hér á landi í þungri neyslu kannabis og hver sás hópur hefur stækkað ört á stuttum tíma. Hverju að kenna? Það auðvitað mjög erfitt að segja það og maður þarf náttúrulega að fara mjög varlega í það vegna þess að það auðvitað margir þættir sem að spila þarna inn í. Þetta ræðist náttúrulega af mörgu en það auðvitað eins og við höfum öll tekið eftir miklu jákvæðari umræða kannabis heldur en hefur verið í langan tíma. Og auðvitað það lögleiðingin til dæmis í Bandaríkjunum eða þessum fylkjum í Bandaríkjunum sem að hafa löglegt að hún hefur auðvitað mikil áhrif vegna þess að þrátt fyrir að við höfum til dæmis haft Holland og Danmörku með mjög svona frjálslynda kannabisneysla á Spáni mjög mikil, þá hafa þessi lönd ekki þau sömu menningarlegu áhrif á okkur eins og Bandaríkin og við sjáum þessa kannabis svona dýrkun eiginlega svolítið sterkt í bíómyndum, í sjónvarpsþáttum og þetta auðvitað það sem að stýrir rosalega miklu af svona viðhorfum sérstaklega krakka en auðvitað okkar allra. Já, þannig að varnirnar í þessum málum svolítið að gefa sig. Já, við sjáum að krakkar almennt miklu, þegar við spyrjum hver áhættan af því að nota kannabis, þá þau telja hana miklu minni núna í dag heldur en þau gerðu fyrir nokkrum árum síðan.
Jákvæðu fréttirnar eru þær að drykkja og reykingar hafa dregist stórkostlega saman og Ísland í farabróti í þeim málum og íslenskir unglingar langt ólíklegri til að prófa slíkt en jafnaldrar þeirra á Norðurlöndum og annar staðar í Evrópu. Áfengi hefur bara heilt yfir minnkað. Við náttúrulega vorum búin að sjá það lengi að það eru miklu færri krakkar sem að hafa nokkuð tíðan prófað áfengi. Það er bara orðið mjög lágt, það er bara orðið einhver prósentur sem að telur liggur við á fingrum annarra handar. Og það er líka, sko, við heldum kannski að sko, þessi krakkar sem að drikkju mikið á þessum aldri, þau hefðu haldist, sá hópur hefðu haldist inni en hann er farinn bara, meira eða minna. Það er orðið mjög lítið það að krakkar sé að drekka mjög mikið. En aftur, sem er svolítið merkilegt, þá hefur viðhorf krakkana til áfengis, vel eftir allt það forvarnastarf sem hefur verið unnið hérna, hefur ekkert breyst. Nei, hvert er viðhorfið til áfengis? Það er bara frekar sko, jákvætt. Það eru svona, það er kannski helmingurinn sem að hefur áhyggjur af því að maður eigi ekki að vera að sem sagt, nota áfengi reglulega. En gæti þessar niðurstöður orðið hreinlega til þess að fólk fara að hugsa upp á nýtt, það er þá skarra en drekki heldur að reykja kannabis? Já, það er góð spurning, sko. Það er því að eins og aftur, sko, við höfum þessi sýn, sko, hvað gerist, skilur við, þegar við förum að lögleiða kannabisefni, sko. Þú veist, þá er ekki bara þannig að, sko, sýn Dúdda sem hefur reykt frá því að hann var 12 ára, sko, er alltaf skakkur. Það er ekki bara hans sýn á þessar hluti sem breytist, það er þjóðfélagið allt sem að breytist. Og þú veist, svo fara afar og ömmur að laumast því að prófa þetta svona einu sinni, skilur við, og þú veist, þannig að svona breytingar virka alltaf á allt þjóðfélagið.